Ég búinn að semja nýtt intro fyrir podcastið okkar. Kannstu þetta? Þetta hljómar eitthvað kunnulega, já. Þetta í ljósi sögunar. Já. Sækot fólk og verið velkomin í Hlaðvarp söguskoðun. Við erum meittir hingað aftur við félagarnir Andri Jónsson og Ólafur Hersir Arnaldsson. Blessaður. Hér er það sem ágæta janúardegi. Já. Já, við sem þetta erum komin hingað saman í dag. Við ætlum að ræða málin. Það var kannski svolítið öðruvísi þáttur í okkur í dag. Heldur en venjulega. Það voru kannski líka styttri þáttur en venjulega. Það er bara svo venjulegt miðvikudagskvöld hérna. Og þú ert nýbúin að vera hjá tannlækni. Já, nýbúin á tannlækni. Getur ekki talað og getur kannski ekki talað. Það var deyfingin farin úr mér, þannig að þetta er orðið mikið betra, en ægilega hvað mér leiðist það að vera, það deyfið svo mikið sko, þannig að ég var alveg fann ekki fyrir neinu marga klukktíma. Það er svona leiðindi. Ég man eftir einhverjum sem vildi ekki deyfingu sko. Já, ok. Hvað var hann að segja? Það var svo óglatt að þessu eða eitthvað líka. Já, ok. Og eða fekk svo mikið hausverk af deyfingunni eða eitthvað líka, eitthvað þannig, eitthvað svona aukaverkanir. Hann vildi bara, þú veist, ég vil freka bara líða þessar þjáningar á meðan ég hjá tannlækninum heldur en sko að vera óglatt í sólarhringu eftir eða eitthvað. Það er harkað maður. Já, það er svolítið harkað sko. Heyrðu, við erum sérst komin hingað saman aftur í hlaðvarpinu og við vorum nú ræða hér fyrir þáttinn að það er 80. þátturinn og við höfum nú stundum gert það svona þegar það eru stóra afmæli hérna í hlaðvarpinu að svona breyta þess út af vananum og kannski gera eitthvað öðruvísi og nýstárlegt og það er nú þess vegna sem að við erum nú hér með hljóðfærin okkar. Já. Og við vorum nefnilega, hérna, ég sá þegar ég var að tala við þið síðast þá sá ég glitta í gítar hann á bakvið hjá þér. Jú, hann er nú hérna liggur á borðinu. Og ég hugsaði sko, málið er að ég hef ekki snert hljóðfæri alla mín ævi. Sama hér. Og svo áskotnaðist mér eða okkur þannig að Rakel fekk kom í ljós að Rakel átti gamalt píanó eða svona hljómborð frá því að hún var lítil, þannig að það endaði upp í hérna heima og svo byrjaði ég eitthvað svona glamra á það og svona og eitt liti af öðru og núna er ég búin að eignast gítar og hef búin að eiga hann núna í 1 mánuð og það er það skemmtilegast í heimi og svo þegar maður er komin í þetta mindset þá byrjar alltaf að sjá gítar alls þar í kringu þig. Skilurðu? Já. Og þá allir kemur ljós sko, þú veist, eiginlega allir sem ég þekki spila gítar líka. Já. Kannstu þetta? Já, ég er nú bara svo ófélagslindur að ég þekki raun og veru fáa sem það er með gítar. Mér varstu aðalega að fyndi að þú væri byrjað á þessu. Já. Að því sko, ég fekkist það dellu fyrir já, það er alveg nokkur ár síðan með datt ég á því að það er svona eitt af því sem ég sé eftir það hafa aldrei lært hann hljóðfæri og það er náttúrulega aldrei of seint að læra eitthvað það er alltaf auðvitað bara slegið til og bara drifið í hlutunum og þá, já, skaffaði ég mér gítar og ég er búin að spila agalega lítið á hann en hann er nú hérna alltaf fyrir fram að mig sko, þannig að það minni mér nú alltaf á það ég ætti nú að sittast niður og glamra eitthvað og þá já, laga þetta og læra á hljóðfæri. En ertu eitthvað búin að reyna að læra, þú veist, officially á hljóðfæri eða? Nei, bara ég verið að skoða á YouTube og googlaði líka eitthvað svona upp og fann einmitt app sem ég var að nota á tímabili, hvað heitir það?
Musician held ég að heiti. Já, það mjög gott app sko. Keypti áskrift af því sko, það var mjög gott, þá gæti maður alveg tiltölulega fljótt fara að glamra eitthvað aðeins sem make sense, af því þú veist að það mikill stuðningur í appinu. Já, þannig að gera alveg með vilja, ég er alltaf með fyrir fram með þess að minna á það, ég þarf nú að setjast niður og spila eins og maður þarf nú ekki að gera meira en bara spila nokkra tíma á viku og þú veist, hægt og rólega að safnast það. Þeir segja sko best að spila 5 mínútur á dag minnst. Já. Og þú veist, ekki hafa gítarinn einhvers staðar liggjandi hana upp og í skúfu. Eftir ég fór að tala um þetta þá sé ég það bara 2 af mínum nánustu samstarfsmönnum í vinnunni eru bara þú veist, já, gítar, já, ég er búin að spila gítar alla mína ævi, bara þú veist, já, ég var í gítartímum þegar ég var krakki og svona og svo er, þú veist, gítarinn bara liggjandi skilur upp á háalofti eða eitthvað. Já. Þannig að þeir segja sko hafa gítarinn aðgengilegan og taka hann og setja sér markmið að spila alltaf 5 mínútur á dag og svo verður það skilur 10 mínútur. Ekki? Já, mitt, getur við undir upp á sig, ég er með hann hérna alltaf inn í hobbyherberginu, þannig að hann er nú mjög aðgengilegur. Það er mitt. En jú, ég þarf bara að spýta hans í lófuna, það er nú allavega hérna hvetjandi núna líka þegar þú ert með gítarinn, hann getur verið eitthvað saman í þessu. Það er flott að heyra hvað þú einhvern veginn var að pikka þetta upp. Þú ert litið snöggur að þessu. Nei. Kannstu þetta? Ekki. Nei, það kemur ekki. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Hvaða lag er þetta aftur? All your life. You're only waiting for this moment to arise. Blackbird? Nei. Með hverju með það aftur? Beatlon? Já. Ég er ekki býtt að það Ég er nefnilega sko mér er alltaf myndist Beatlon þeir eru agalega ofmetnir. Það eru örfá lög sem ég nenni að hlusta á með þeim. Ég vil nú ekki heyra, ég vil ekki hafa svona bull hérna í hlaðvarpinu. Nei, ég þarf að bæta mig sko, ég get ekki verið svona mikil fylgstegi. En þarna, ef ég sér það að fyndi, ég las það bara við tilvíðunum daginn. Kontekstin var það að vera að tala um það, fjalla það þegar hvað fólk hefur ofta rangt fyrir sér stundum í sögunni. Og þá var það til dæmis sko, þegar Beatlarnir voru að byrja, þá var einhver hvort það var ekki einhver plötuútgefandi eða einhver í stóri tónlistargeranum sem sagði að þetta var alveg glata sko, gítarinn væri náttúrulega leiðin út og þetta var ekkert vinsælt og þetta myndi ekkert komast áfram. Nei, mitt. Og mér finnst það svo mikið klikkun að hugsa þú veist öll þessi dæmi, þú veist hversu oft hefur þetta ekki gerst. Einhver hefur verið með einhverja hugmynd og síðan bara, nei, þetta er alveg vonlaust, maður glemdi þessu og síðan verður alveg mega hit. Já, og náttúrulega mjög mörg dæmi svona þetta úr þessum tónlistabransa þetta. Já. Og náttúrulega fyrst við erum að tala um Beatlana skilur að, þú veist, það voru líka alveg plötu útgefundur sem að, þú veist, höfnuðu þeim og nokkrir áður en að það varð síðan stórt, sko. Það var ekki að minna hafa nú síð eftir því og kannski algjörlega. Mjög mörg unnu dæmi þetta fjárfesta og svona sem hafa ekki fjárfest í ykkur sem hefur síðan orðið hjúts. Já, nákvæmlega, og bækur líka sem komist ekkert áfram og menn fengur neitun aftur og aftur en sem betur fer gáðist ekki upp og svo var þetta mega hit. Einmitt.
Einmitt. En nei, svo, sko, líka þú spáir þessu sem Bítlana skilur og auðvitað geta menn alveg haft allar skoðanir á því tónlistarlega og svona, það bara eðlilegt að því það náttúrulega bara list og hún bara fyrir, hún huglæg. Já. En það auðvitað þessi áhrif og þessi menningarsaga í kringum það allt saman, þessu menningarsaga skilur vestusins skilur 1960 skilur fyrir Bítlaæðið skilur og síðan 1970 eftir þetta bara, liggur 2 ólíkir heimar sko. Já, algjörlega. Og ég myndi að hlusta á daginn sko, fyrstu sóloplötun hans John Lennon sem kom út 1971, Imagine, og ég myndi að hugsa hvað þetta væri sko, hvað þetta væri svona advanced sko með við það sem áður hefði verið hjá þessum tiltekna tónlistamanni og það sko 71, það sko fyrir einum áratug síðan 1961 skilur, þá Bítlarnir að byrja skilur, þá þeir ekki einu svona odnir heimsfrægir sko. Nei. Og þá þeir að syngja bara eitthvað fara síðan að syngja þarna þessi, þú veist, ástarlög og þessi rock, svona early rocklög sko. Já. Og það verður svo mikil svona tónlistaleg þróun þetta frá með sérstaklega eftir að þeir hættu að túra og fóru að taka upp. Já. Frá eftir 1966 verður mikið svona tónlistaleg þróun og það auðvitað alltaf að tala það, þú veist, hvað hafði gríðarlega áhrif líka. Já. Og en það tengist auðvitað menningarsögu gítarsins sem við viljum kannski líka að ræða þessi sem þætti í dag. Einmitt. Stórmerkilegt fyrirbæri þessi hlutur, þessi gítar. Já, algjörlega og við reynum alltaf að setja eitthvað svona sögursvið þegar við byrjum að tala og náttúrulega með gítarir sko, það sem líka áhugavert með gítarin sem hljóðfæri náttúrulega kannski ekkert með að skýra línur hver munurinn á gítar og því sem var á undan til dæmis einhvers konar mismunandi strengja hljóðfæri þá og mismunandi útgáfur á því og þannig að í raun og veru sko, ef maður ætla að setja svona grófan ramma þá getur maður alveg dregið hann allt aftur til Sumer. Já, Sumer. Þú veist, fyrstu strengjahljóðfærin og þá erum við að tala sko fyrir sko 3000 og 3400, 3500 árum síðan. Sumer, skemmtilegt að nefni það því ég held að við ættum að taka það fyrir í hlaðarpinu ekkert, Jón. Já. Þó ekki væri nema bara fyrir það, þú veist, að Sumerar eru svona þessi fyrsta menning sem einhvern veginn, eða þessi elsta menning sem við höfum svona skriflegar heimildi frá. Það sem sagan í rauninni byrjar. Einmitt. Og það er nefnilega líka sko, ég lesi þetta aldrei sögu Sumers og verið að lesi þetta aldrei þessar líka frumheimildir sem við höfum frá þeim og ég er svona á tímabili alltaf svona margt sem hefur kýtlað mig gegnum árun, þannig að tímabili var ég að spá ég myndi að læra sumersku eða akkadísku og eitthvað svona ég gaf það reynda fljótlega upp á bátinn en ég þarf að lesa þetta aldrei frumheimildir þá þetta í þýðingum en það sem er svo sérstaklega áhugavert er að, til dæmis að það er tónlistarmaður sem heitir Peter Pringle og hann er með YouTube síðu og hann nefnilega er að syngja á sumersku í alvörunni og spila á svona sumersk hljóðfæri og meðal annars á það sem maður getur kalla kannski svona frumstæðan gítar hann er náttúrulega mikið lengri þessi gítar sem hann er með færri strengi hvort það sé bara með 4 strengi en það er rosalega áhugavert og þá er hann að syngja til dæmis Gilgamesh-kviðu á sumersku á svona strengja hljóðfæri og þetta er bara eitt af kannski einhverja elstu söngtextar sem til og það er mér finnst svo áhugavert að þetta sé til og þannig að ég mæli algjörlega með því að leita að Peter Pringle á YouTube og hlusta á þetta því þetta er þá kannski bara einhver elsta tónlist sem við höfum einmitt. Já, það er stórmerkilegt og er það þá eitthvað sem er skrifað niður í súmerskum heimildum þá? Já, af því að það sem er bara líka kannski oft gleymist er að þessar kviður og þessi ljóð og mikið af þessum textum sem eru til það var ekkert lesið eins og við setjumst niður og lesum skáldsögu heldur var þetta oft flutt ljóðin voru flutt á ákveðin hátt eða sungin jafnvel en þetta er líka til eins og bara með Illjónskviðu og
Ótsefskviðu. Þetta var á venjulega flutt með einhverjum hljóðfæraleik og þá oft eitthvað svo frumstæði strengja hljóðfæri ákveðni fyririnnar gítarsins voru oft notaðir. Ég var oft notað. En áhugavert þetta með sko fyrirrennari gítarsins að því að þú veist þó þetta sé manngerður hlutur þá getur þú séðan þróast sko og þetta gildir auðvitað þú veist allara hluti þannig sé skilurðu en í þessum en hér í dag erum við að tala þennan hlut og þú veist og þú getur séðan þróast og þú getur séð að hlutin sko þróast út í kvistlir og stofna og eftir landsvæðum og menningum og þú getur sagt skilur þetta hljóðfæri fjarskyldur ættingi þessa hljóðfæris og svo framvegis og alveg ótrúlegt þessu oft svona þegar maður að tala svona hluti skilur að tekum maður eftir í hvað þú veist það er mikið að skrítum hluti sem fólk sérhæfis í sko skilur eins og til dæmis archaeomuseology archaeomuseology þú veist að það bara eitthvað fræðasvið sko fornleifa hljóðfræði eða eitthvað og þetta þetta svona eins og þú veist þetta stúdera tegund eða tungumál eða eitthvað skilur og þú veist þetta fylgir manninum í gegnum þúsundir ára og svo þetta líka svolítið áhugavert því að nú maður með þú veist þetta hljóðfæri sem svo vel heppnað í rauninni og það náttúrulega vel heppnað vegna þess að þú veist það búið að fara í gegnum þúsundir ára af þú veist þróun skilur þú veist í grunninn þetta svo einfalt skilur þetta rauninni bara basic eðlisfræði að þú strengir skilur eitthvað streng og slæra á þá kemur hljóð skilur það bara þannig sem heimurinn virkar sko og svo ef þú veist búið að mastera þá búa til eitthvað svona hlut skilur sem að býr til þetta þú veist þetta fullkomna hljóð sko þetta hér til þess skilur já en það svolítið alveg þú ert náttúrulega komin inn á eitthvað sem mér er mjög áhugavert einmitt þetta sko ímyndaði bara sko kynslóðirnar sem hafa einmitt verið að spila á gítar eða einhvers konar fyrirrennar gítarsins og sko hvernig þetta hefur auðvitað eins og segir þróast og já, kannski orðið fullkomið síðan er það líka spurning maður getur líka velt fyrir sér hvort að hvernig framtíðin verður hvað þetta að gera mögulega með gítar en maður sér líka hvað ég að trufla þig? Ég þarf að leggja þetta frá mig maður Nei, allt í lagi Nei, ég er líka bara að hugsa upp á því þarna að því vorum líka að tala um sko, gítar mikilvægur náttúrulega líka bara í sko trúarlegum tilgangi eins og til dæmis sem svo áhugavert í er ekki grískri goðafræði þá það held ég Hermes ekki sagan það enda líran en þú veist líran samt meira að segja líka svipu gítari því að þetta strengja hljóðfæri og hefur haft áhrif myndi ég búast við á gítarinn Líra, já það er ekki það sama á lúta Nei það er mikið styttri í hálsinn Já, líra, hún svona eins og harpa sko Já, líra er meira eins og harpa Ulaga sko Já En maður sér samt, þú veist, á lírunni þú veist að sko það er ekki allur munurinn á því að taka líruna til dæmis og bæta við hálsinu sem á gítarinn ég veit ekki, hann lítur og kallast eitthvað annað en það þá ertu náttúrulega bara með lengri strengi og farið út annar hljóð en þú veist þessi hljóð farið út á skild en til dæmis aftur að Hermesi þú veist að þá tók hann sko hvort það var ekki skjaldbökuskél og strengdi lírun á það þannig að þú veist að við erum talað um þú veist þetta er alveg eldævufort saga og mér er svo áhugaverð hvernig sko goðafræðin og allt þetta trúarlega líka kemur inn í hljóðfærin og það er náttúrulega einst þú veist Gilgamesh-kviða er náttúrulega eitthvað það elsta sem til innan bókmenntana og auðvitað, þú veist, trúarlegt rit líka og að fjalla allavega svona existential spurningar og vandamál og augranir
og þá er svo áhugaður hvernig síðan tónlistinu þetta verður hluti af þessu og hluti af þessu trúarlegu og menningunni en líka, þú veist, afþreying og hvernig þetta allt einhvern veginn kemur saman og eins og það bara í dag, þú veist, maður nota gítar í kirkjunni eða hvað það en þú ert líka með gítarinn á í einhverju tónlistarhöll og bara hrein afþreying og líka bara, þú veist, bara snildin á baku þessi hljóðfæri líka, þú veist, einhvern veginn að láta sér dett í hug eins og þetta, þú blæst í skilur, þú blæst í eitthvað dót og það kemur hljóð, þú blæst skilur á glasi sko og svo þú veist, og svo einhvern veginn við prófum, þú veist, að búið til nýtt rör skilur og láta það vera svona og svo ertu komið með eitthvað blástursljóðfæri og síðan sko leiðin þaðan yfir í svona sko pípuorgel til dæmis sem þá orðið bara sko í þessum tilfellum bara hluti af byggingunni sko þvílíkt flókið konstrúkt sko alveg þvílíkt og ímyndaði líka bara sérhæfingur sem þarf sko til að byggja allir með svona pípuorgel og eins og þú segir, þú veist, þar sem að byggingin og orgeli sjálf hangir þetta saman upp á hljómburð og allt slíkt en það sko, þessi flottustu pípuorgel, það var að tala orgel sem kostar sko fleiri milljónir og það er alveg þvílíkt flóki og það kannski, og þetta þannig að þetta eru venjulega þjóðverjar sem eru að smíða þessu orgel, við veit allir með sín Nóri þetta eru venjulega þýskir sérfræðingar sem eru að koma til þess að endurbyggja og lagfæra þegar þarf að lappa upp á orgelin hér ég myndi mér að segja sama á Íslandi sko íslenski markaðurinn er svo lítill að þú þarft örugglega að flytja inn þessa þekkingu einmitt en þú varst að koma þess inn á þetta með sko gítarinn auðvitað á svona fornar rætur sínar og þú veist, þú ert með alls konar hljóðfæri sem að geta talist sko forfæðir gítarsins og allt þetta og svo en nú yfirleitt tala það, þú veist, að þessi hljóðfæri sko, þú veist, við höfum þessi hljóðfæri frá Asíu, Vestur-Asíu, Egyptalandi og svo framvegis sko þú veist, það er meira sér til myndir sko úr svona forn egypskum veggmyndum eða í handritum eða eitthvað það sem er fólk að spila á hljóðfæri sem líki skítar sko en það er svona almennt tala það sko að þetta hljóðfæri sem við köllum gítar sko, hann er þetta þróast hann í Evrópu tiltölulega seint með við þetta þó hann þróist þetta úr öðrum hljóðfærum hann kemur fram á miðöldum og þróast svona upp úr endurreisna tímanum, svona upp úr 1500 fáum við að sjá þetta hljóðfæri svona taka mynd sem við myndum geta bent á og kalla gítar svona upp að vissu marki eða vihuela svo þetta alls konar variásjónur að þessu svo er þetta svo lútan sko, það er þetta típiska miðalda hljóðfæri sem að er talið vera skilt sko þessu arabíska út sem ég veit nú ekki hvað heitir á íslensku ef það heitir ekki bara út út er sem sagt með svona kúftum kassa sko ég ætla að gefa þér hérna hljóðdæmi Þetta er alveg típist svona miðausturlanda vibe sko þetta er það algjörlega og þetta er auðvitað hljóðfæri sem er ennþá spilað í dag og þetta sé mikið spilað þetta hljóðfæri í Íran sko til dæmis en ef við að sjá hvort við getum fengið smá tóndæmi á lútunni endilega Þetta er mjög svona miðaldalegt Þetta er mjög miðaldalegt, og svona endurreisnarlegt sko en það, þú veist þegar ég heyri þetta þá hugsa ég strax sem þú veist, trúbadorana á hámiðöldum og maður sér fyrir sér þú veist konungshirðina og það kemur einmitt ykkur og vera að spila og þetta og fara með ykkur kvæði einmitt
og þetta var alveg þetta var alveg svona þú veist, það var örugglega ágætt að vera tónlistamaður á miðöldum, sérstaklega ef maður var sko að spila fyrir einhverja merkilega menn. Já, algjörlega, fara á milli konunga eða fursta og hvað það mann gáttu þetta þérna vel á því. Já, svo hefur nú ekkert tíma verið flögt fram að þú veist, oft hafið þessir tónlistamenn verið sko njósnarar og svona, vinsælar nota sem njósnara, þegar þeir voru gátu alltaf heyrt allt sem það var verið að segja og svona, að þeir voru alltaf í bakgrunnum sko. Já, ég mitt. En það samt líka áhugavert með þetta allt í núna. Það hefur alltaf verið þannig að fólk hefur haft þörf fyrir einhverja afþreyingu, þannig að auðvitað, tónlist hefur verið mikilvæg auðvitað á öllum tímum. En til dæmis á tímum Rómaveldis og mér er svo áhugavert með sko hvað skemmtana iðnaðurinn mikilvægur í okkar samtíma og hvað allir með hort upp til allan á tónlistamanna og leikara og hinna og þessa og meðan að sko á tímum Rómaveldis þá voru þetta allt þrælar og svona mestu úrrök samfélagsins. Það var svona að vera skylmingaþræll til dæmis, að vera tónlistamaður, það allir með sko svona tónlist og vændi var það bara, þú veist, tvær hliðar á saman pening. Já. Og líka hjá Grikkjum sko, og það er svo áhugaverk að þetta hefur breyst ákveðnuleyti. Og til að sjá Grikkjum sko, það voru sér konur sem voru þá bæði, vændiskonur og þá svona svona high class vændiskonur, maður nota það orðið, eða lýsir í sem svo, og kunnu þó líka einmitt á hljóðfæri, gáttu spilað á eitthvað, kunnu fullt af textum, gáttu sungið, kannski dansað og einmitt voru svona, þú veist, almenn skemmtun þá. Einmitt. Á meðan að einmitt á miðöldum þá var þetta auðvitað öðruvísi. Það var náttúrulega sérstaklega, þetta var náttúrulega líka fyrst og þess karlmenn þá sem voru trúbadórar og fóru á milli. Já. Og skemmtu. En síðan sjáum við sko á 16. öld, 17. öld sko, þá er nútíma gítarinn að vera til og hann náttúrulega ásóldi rætur sínur á Spáni. Við tengjum þetta mikið við Spán. Og það er enda líka með eitthvað sem heitir vihuela sko sem held ykkur svona, byrju hvað er hann 5 strengja eða hvort það sé 6 strengja, ég maður nú ekki en sem sagt við erum líka með orðið svo sko þetta orð sko, það er til eitthvað grískt orð sko sem að menn segja að þetta geti komið frá kítara eða eitthvað en síðan ertu með hljóðfæri á í Suður-Evrópu sem er sko kítarino með 4 strengi og kítara með 5 strengi þannig að þetta eru orðið líka þróast þetta en síðan nefnilega eitt svolítið áhugavert við þetta að alveg frá því að þetta hljóðfæri er að koma framan upp úr sko 15. 16. 17. öld sko á Spáni sem er þá þú veist að koma fram sem eitthvað annað hljóðfæri heldur en þú veist lúta eða út eða eitthvað svoleiðis þá verður strax til sko þessi svona stimpill að þetta sé lágstéttar hljóðfæri og það tengist við sko alþýðumenningu og jafnvel þú veist drykkjuskap eða dansmenningu eða eitthvað svoleiðis og það er kannski þú veist einföld ástæði fyrir því og það unir svo að þú veist að þetta er létt og aðgengilegt hljóðfæri létt að læra á það þú veist, það er mjög þægilegt og það er auðvitað þannig ennþann dag í dag skilurðu að gítarinn er náttúrulega lang vinsælasta hljóðfærið í heiminum í dag og búið að vera svona síðastleina hálfa öld að minnstakosti og er það hljóðfærið svolítið misst í Bandaríkjunum held ég sá okkur tölur sko að í nútímanum þá eru seldir sko fleiri gítarar heldur en öll önnur hljóðfæri til samans í Bandaríkjunum og ég geri fastlega ráð fyrir að það eigi bara eins við í Evrópu ég trúi ekki öðru nei og það lítur að vera auðvitað því þetta er svo aðgengilegt skilur eins og með þess að ég sem hef aldrei snert hljóðfæri á ævinni skilur ég get gert nokkuð grip núna eftir að vera að leika með hennan gítar hérna í 1 mánuð sko nákvæmlega og þess vegna er þetta svo svona alþýðilegt og hefur runni all saga gítarsins
í rauninni hefur alltaf verið þannig að hún tengist svona lágstjætta menningu, alþýðu menningu, þjóðlaga menningu, þú veit með menningu blökkumanna, þú ert með skiluru rómafólk, skiluru, þetta var mjög algengt hjá síkunum. Náttúrulega þú veist þessar gítar legends skiluru, eins og þú veist Jimi Hendrix eða Django Reinhardt skiluru, þetta voru menn sem komu úr, eins og Jimi Hendrix var bláfátækur blökkumaður í Suðuríkjunum skiluru, og Django var sko síkunni frá Belgíu og mýmörg svona dæmi. Bluesin skiluru verður til upp úr þrælamenningunni eða þú veist amerískum svona þrælasöngvum einmitt á síðari hluta 19. aldar. Þannig að við höfum alveg þetta líka strax þarna í byrjun að þú veist gítarinn svona litið á hann sem svona lágstætta hljóðfæri, það svona fordómað fyrir þessu skilur þetta ekki nógu merkilegt og það svolítið áhugavert að það hefur alltaf verið þannig. Já, það það. En það líka ekki saman að þessum sem ég svona séðlum í þessari menningarsögu, það sem venjulega álitið sem sko hámenning það venjulega ekki vegna þess að það einhvern veginn svo merkilegt í sjálfu sér, heldur bara einfaldlega vegna þess að það ekki jafn aðgengilegt. Það svo bara með mat. Kjúklingur til dæmis í dag rosalega ódýr og aðgengilegur. Það kjúklingur út allt. Þá það tengdu þetta lágmenningu. KFC og allir þessi kjúklingastaðir og eitthvað þannig. Og þykir ekkert fínt að bjóða upp á kjúkling, sko. Allir að vera með eitthvað flottan mat. En á miðöldum, hámiðöldum, þá var það rosa flott að bjóða upp á kjúkling, því það var bara þeir ríku sem höfðu efni á því að slátra hænunni og borða hana í staðin fyrir að hirða af negginn. Algjörlega. Eins, þú veist, kaviar var fátæklingamatur í Konstantínópel áður fyrr. Það var svo mikið af honum. Já, svona menningarsaga matarins þetta mjög áhugavert. Eins og rjúpur líka, ég meina rjúpur nú fínasti herramansmatur í dag. Já. Sem borða ekkert nema rjúpur á aðfangadag. Rosa flott. En það þarf nú ekki að fara lengra eftir svona 100 ár, sko, þá var rjúpur bara svona alveg að versti fátækramannsmaturinn sem þú gast fundið, sko, því að þá þurftur að fara út og finna þér eitthvað að éta í náttúrunni, sko. Já. Það er svo áhugavert með allt svona, sko, allt, þannig að þú getur búið til einhvern veginn vöndun á framboði, að þá getur þú búið til eitthvað sem þykir voða flott og spennandi. Þetta svo bara með demantir í raun og veru ekki það verðmætir, því það til fullt af demantum í heiminum, en menn hafa bara náð að koma á einokun á demantum og mikið af demantum innilokaðir í einhverjum hirslum og svo er búið að búa til rosalega eftirspurn og þá er búið að keyra upp verðið og það þykir að voða flott. En þú getur raun og veru gert þetta, það er alltaf mikið flóknara sem svo, þú getur ekki alltaf voða erfitt þetta ákveða núna að gera bara eitthvað voða flott og gera það eftirsóknarvert, það þarf ýmislegt til þess einhver stjarna fara að halda í á loftið eða hvað það en það samt svona í grunninn það einfaldlega bara þetta, þú veist, ef þú nærð að búa til meiri eftirspurn en framboð, þá verður það exklusív og þá verður það flott. Og gítar náttúrulega svo einfaldur og aðgengulegur að, þess vegna hefur alltaf tengdur lágstjættunum ef maður orðar það sem svo. Algjörlega. Og síðan var náttúrulega, auðvitað voru menn að vinna í þessu, svona á, þú veist, öldunum, sko, eftir þetta á 18. öldinni og 19. öldinni voru menn sem voru að vinna í því, sko, að reyna að hefja gítarinn svolítið upp, sko. Og svo var annað vandamál með gítarinn var það allir að hann var alltaf svo veikur hljóðstyrkur í honum. Miðað við önnur hljóðfæri. Og þú veist, þú gast ekkert farið upp á svið, sko, með gítar og fiðlu og þú veist, hörpu eða eitthvað önnur hljóðfæri, sko, sem voru á þeim tíma og þá, sko, heyrðist ekkert í gítarnum þegar heyrðist svo lágt í honum alltaf. Og í rauninni getur maður að segja sögu gítarsins, sko, að menn hafa verið að reyna að díla við þetta vandamál allt fram á 20. öld, sko. Einmitt. Og það eru svolítið svona nokkur nöfn sem að verið oft dregin fram, eins og Fernando Sor sem var upp á 18. öld
sem að svona þessi frumkvöðl sem að vara svona semja verk á gítar og koma honum svolítið á kortið síðan erum við með einhverja, þú veist, gítarsmiði sem að voru að vinna í því að, þú veist, að breyta og bæta lögun gítarsins sem að til þess að reyna að fá hann til að fá betra hljóð eitt frægur sem heitir sko Francisco Tárrega 19. aldar maður sem að er frægur fyrir að hafa sami mikið af verkum og útsett mikið af verkum fyrir sko, þú veist, sem eru unni samin fyrir önnur hljóðfæri þú veist, eins og Beethoven eða, þú veist, Chopin eða eitthvað svona taka og útsetja fyrir gítar og þetta erum við með í dag alveg mjög mörg sko, þú veist, klassísk lög sem eru spilað á klassískan gítar sem eru kannski ekki hönnuð á gítar en kemur í ljós að gítarinn er mjög hentugur einmitt til þess að spila með ýmislegt og það er kannski hlutaði líka akkur hennar svona vinsætla aðgengjulur einmitt að í þessu litla tæki, í þessum litla hlut með þessum 6 strengjum þá getur þú búið til svo mikið af mismunandi hljóðum einmitt þú getur gert margar einfaldar nótur þú getur þú veist einhvern veginn bara hérna sko já þú veist þetta er eins og fólk segir sko sinfónía í hvað segir, orkestra in itself eða eitthvað, þetta er eitthvað óafrækt kvót sko, þú veist og síðan eru klassísku gaurarnir hérna, þú veist eins og hörpu sko og síðan alltaf djammið sko þannig að þú veist, það er svo margt mismunandi sem þú nærð út úr þessu litla hljóðfæri sko einmitt og til dæmis sko ég hef hlustað á þetta hefur þú kynnt þér eitthvað bardcore bardcore er tónlistarstefna sem gengur út á það að taka sko nútíma poplög og svona vinsæl dægurlög og einmitt spila þau á miðaldahljóðfæri og þá er það einmitt, þú veist, eitthvað svona lúta eða svona kalla frumstæðin gítar eða eitthvað þannig það er til að vera töluvert mikið af þessu inn á YouTube. Oh my god, hvað þetta er cool. Gangsta's Paradise. Já, þá sé maður einmitt sko hvað er þetta, eins og þú segir, þú veist, það er að gera svo mikið við þetta hljóðfæri, þú veist, þetta er einmitt orkestra í bara þessu litla hljóðfæri. Iron Maiden Fear of the Dark medieval style. Það er til allafina svona, alveg hellingur. Sko þessi er að spila á hvað er þetta, ekki lúta eða eitthvað? Jú, ég held að. Og síðan eitthvað annað svona strengja hljóðfæri með boga sem ég þekki ekki. Ég held að ef það er einhverju tónlistamenn að lusta þá held ég að menn hafi örugglega komist að því mjög snemma hér í þættinum að við vitum ekkert tónlist. Já. Algjörlega. Eða hljóðfæri. Já, hljóðfæri. Það er mitt. En við látum það ekki stoppa okkur. En já, nei, þetta er við höfum tekið á hennum ýmsum málum hér í hlaðvarpinu. André Segovia er mjög frægur spænskur gítaristi og er svona einn helsti frömuðu klassiska gítarsins og hann var uppi á 20. öld og hann er algjört legend sko. Samdi alveg fullt af músík og útfærði músík, mikið nýtt efni, algjör svona mókúll í þessum klassíska gítar. Ég veit ekki hvort að ég þóra að segja hans faðir klassíska gítarsins, það verður að meta, en þetta er bara nafn sem maður hefur oft séð dúkka upp í þessum fræðum. Og mikill servitringur og mikill svona strangur kennari sko, hafði ekki mikið álit á rocktónlist. Nei. En sko það er kannski líka þetta með að sko þá eru komin fram á 20. öld og þá eru við farin að sjá sko vera til eitthvað sem heitir klassískur gítar
sem sko í andstöðu við eitthvað annað og á 20. öld sjáum við þetta koma fram sko en hann stálstrengja gítar og hann svolítið svona amerískt fyrirbrigði. Já. Það er klassíski gítarinn með nælonstrengi. Ok. Svo fyrst notuðu maður alltaf hvað var þetta, Gardner, það ekki? Já, það. Og síðan sem sagt á svona snemma á 20. öld þá fara menn að nota stálstrengi í Ameríku og í dag erum við með sko held ég gerir maður greinamun á klassísku gítar og svona stálstrengja kassagítar sko. Já, ok. Og þessi klassíski með nælonstrengi sko held ég. Hvernig gítar ert þú með? Ég stálstrengja en þú? Við erum aðtjóða það. Svo lítið við tíðan tónlist. Það missist ég með bæði. Já, það er líka til, já. Einmitt. Já, ég er með bæði. Ertu þá með 3 þykkustur stál eða öfugt? Já, það er einmitt það. 3 þykkustur stál. Og geðu okkur hljóðdæmi á mununum að það? Já, sko, ég er nú spilað svo lítið upp á síkast að hann er ekki einu sinni stiltur. Nó. Já. Þannig að ég þarf nú að byrja að laga það. En ég bara sá líka fyrir mér sko að þessi þáttu getur líka verið með svona sparki í rassinn til að byrja að spila aðeins meira. Ég ætlum til að setja aðeins tíma helgina og byrja að glamra því það væri mjög gaman að geta einmitt spilað aðeins á gítar. Algjörlega. En sko það er svolítið áhugavert sko þú spáð mér sér sögu gítarsins. Að sko þú veist eftir 1900 skilurðu þá erum við að sjá gítarinn fá gjörsamlega nýtt líf og það er þá í Ameríku fyrst og fremst sko. Já. En auðvitað líka annars staðar því þú veist þá fáum við líka veist, það er auðvitað líka mikið að gerast í þróun skilur í svona klassískri tónlist og svona en þá kemur svona þetta stökk þessa ameríska gítars og all menningarsagan þar skilur sem er náttúrulega bara þú veist gróðrast í sko menningar og þú veist já, gítarinn auðvitað er hjá þú veist spænskum Ameríkumönnum í latnesku Ameríku skiluru og við sjáum þetta koma sterkt inn í þú veist Karabíahafinu við sjáum þetta koma mjög sterkt auðvitað í Suðuríkjónum skiluru já. Og í þessari blökkumannamenningu líka sérstaklega og líka í countryinu já og hann verður þú veist gítarinn er svona undirstuður hljóðfærið auðvitað í blues þessu vorum að nefna þetta áðan já og einmitt þetta með sko þú veist bluesi verður til í Mississippi þú veist þarna Deep South sko verður fyrir og þú veist á þá svona rætur í þú veist svona ég tala það ég rætur í svona vesturafrískri tónlist sem að blandast við þessa evrópsku harmoníu tónlist sem er þar fyrir sko eða er þar hjá hvítumönnunum einmitt ég er nú ekki svo mikill tónlistasérfræðingur að ég kunni að skilgreina blues en er það ekki svona þú veist það er svona þessi taktur og svona þessi svona og hérna svona kalla og svara og síðan þessar bláu nótur sko það get ekki nógu vel sko en síðan sko koma þessi hawaiiönsku áhrifin í þetta líka og þú veist við erum með Hawaii gítar skilur við og við erum með hann Hawaii stálgítar og það fyrir að hafa svona áhrifana líka sko og síðan kemur allt þetta sem þú veist öll þessi hvítamenning líka inn í country og hillbilly og það allt saman og þetta er svo mikil suðu pottur algjörlega allt í kringum gítarinn sko og þess vegna sko, þess vegna ferða svo í mig þegar ég heyri svona ruglings að það vera að tala um eitthvað menningarært arðrán eða cultural appropriation og eitthvað svona þvætting því sko það sem maður sér alltaf í mannkynssögunni er þegar koma mismunandi menningarströmmar og þá hefur það áhrif á hvern annað og einmitt þarna það er ekki tilvíðin til þessi Suðuríkjónum því það er náttúrulega rosa suðupottur allavega menning, þú veist með þessi latnesku áhrif úr hérna sunnanverðri Ameríku náttúrulega með allavegana blökkumanna menningu áhrifu þetta frá þrælahaldinu og allt það og líka náttúrulega með hérna menningar áhrif frá hinum að þessum svæðum í Evrópu og þú veist þarna náttúrulega verður um svona suðupottur og þarna á sér þá stað
já, eitthvað nýtt, þú veist, það er eitthvað nýtt sem kemur út úr þessu öllu. Já. Og eins, þú veist, ef maður fer hans lengra tilbaka til þess með gítarleik, tilvörun til þess að gítarinn á mikið rætur að rekja til Spánar, og það er náttúrulega líka, það er áhrifin þessi miðausturlönsku áhrif, þessi arabísku áhrif emitt þar, og síðan koma þessi evrósku áhrif og þetta mætist þarna og þetta mismöndu tónlistastefnur og svona, og upp úr því kemur eitthvað nýtt. Þetta er mjög góða punktur. Og það þetta er svo áhugavert, og þú ert með þetta svona allstar, og eins og bara horfa á tónlistamenn í dag, sko, ef við til dæmis bara The Weeknd, sem er nú rosalega vinsæll. Hann til dæmis á eftir að rekja til, ekki Erítreu, og hann talar það, þú veist, það er líka, sko, einhver lokal tónlist frá Erítreu sem hann ólst uppi sem hefur mikil áhrif á hans tónlist svo, og þetta hann mest í poppi og eitthvað þannig en þú sér, þú veist, að koma allavega mismunandi áhrif eins og bara, ef við ætlum að fókusera meira á gítarinn, þú veist, hvernig Elvis Presley til dæmis tók hitt og þetta frá mismunandi tónlistastefnum og gerði eitthvað nýtt, eða Johnny Cash eða hinur og þessir. Og þess vegna er svo mikilvægt einmitt að menningarsamfélög séu að hittast og hafa áhrif á hvort annað, og upp úr því kemur eitthvað nýtt og spennandi, eitthvað öðruvísi. Gítarinn er þetta gott dæmi þetta, hann er svo vorum að tala með sig, þú veist, þessi organíska þróun líka við alltaf því lífræna þróun gítarsins, sko. Já. Hvernig hann, þú veist, fylgir fólki og fylgir menningum og frá Evrópu til nýja heimsins og út allan heim, og við erum með sterka sterkan gítarkultúr á stöðum sem að maður við hérna upp á norðurhjara erum kannski ekki alltaf svo mikið að spá í nema við höfum sérstakann áhuga á því. Þú veist, þessu í Afríku bara, skilur við, sterkur gítarkultúr, Indónesíu eða Suðaustur Asíu er þetta sterkur gítarkultúr, og svo þetta alls staðar í Ameríku frá toppi til táar. En það er þessi ameríski gítarkultúr á 20. öld sem hann alltaf hefur tröllir í hérna öllu, sko. Já, hann hefur það. Svona okkar líftíma og þú veist, og maður tekur þetta líka, þetta fylgir náttúrulega gítarinn líka, þetta bara menningarsögu, sko, mannsins, hún gerir það þetta. Þannig að allir á sama tíma og svartir og hvítir eru að hittast, að þá verður til gítarmenning svartra og hvítra og eitthvað nýtt eins og vorum að tala áðan, en líka þetta á sama tíma maðurinn fer í gegnum svona tæknibildingu, sko, rafvirkni væðingu til dæmis, þá verður gítarinn rafmagnaður líka, skilur við. Já. Og mannkynið gengur í gegnum, sko, unglingabildingu, eða unglingamenningin breytir, hefur rosalega gríðarlega áhrif á menningarsöguna og seinni hluta 20. aldar, og það endur speglast þetta líka í gítarnum. Já, alveg þvílíkt. Gítarinn fylgir þessu öllu. Og það er líka, þú veist, það er bara mjög áhugaverður og merkileg kapl út fyrir sig, þú veist, að þessi úlingamenning, það er náttúrulega eitthvað nýtt fyrirbrigði í mannkynssögunni, að það sé eitthvað til allt í hennu sem við förum að kalla úlinga, sem er þá þetta, þú veist, unga fólk sem er þá ekki strax farið í vinnu, er ennþá eitthvað í skóla og svo náttúrulega þessi afþreying sem verður meiri og meiri og líka, þú veist, aukin velmegun það sem að foreldrar hafa, þú veist, efni á því að láta það úlingarna sína hafa einhverjum vasapeninga sem þeir geta síðan eitt í tónlist. Já. Og meðal annars það auðvitað, þú veist, ítt undir að gítarinn verður ennþá stærri. Algjörlega, og hann er einhvern veginn svona, þú veist, ok, við sjáum þessar teknibreytingar á fyrrhluta 20. aldar, það sem við talaðum, sko, áratugi 1930 til 1940, það sem að, þú veist, gítarinn bara tekur algjörri byltingu, og það er auðvitað hægt að nefna ýmis dæmi þetta, en alltaf það sem er kannski svona mest obvious en alltaf að hann verður rafmagnaður, sko. Það er, sko, 1932 sem að fyrsta svona prototípan, kallar steikarpannan, sko, þegar lítur út svona steikapanna sem er Rickenbacker sem að kom með. Já. Sem svona þessi fyrsti svona eiginlegi rafmagnsgítar, sko. Já. Í Bandaríkjunum. Já. En alltaf gallið við hann var holur og það ónaði svo mikið í honum, sko. Já. Sér voru menn að reyna að, þú veist, að bæta þetta,
og síðan það ekki fyrir sko 1940 eitthvað sem að þeir fá sko búið til prototípu af svona gegnheilum rafmagnsgítar. Já. Og það þessi Les Paul sem gerir það sem svona frægur frumkvöðl í gítarmálum. Og hann kemur síðan á markað sko 1950 þessi gegnheili rafmagnsgítar, og það breytir öllu vegna þess að vandamál gítarsins náttúrulega hefur alltaf verið það að hann ekki nú mikill hljóðstyrkur í honum. Nei, mitt. En núna gast allt í hennu sko fara að spila, þannig að allir heyrðu. Já. Þetta höfum menn verið að reyna hitt og þetta, menn hefur verið að reyna svona pick-up og magnara og annað svona. Já. Alltaf rafmagnsgítar náttúrulega, þú veist, breytir öllu úr, verður bara eitthvað algjört menningar fenómen sem að bara, þú veist, gjör breytir öllu sko. Gjör breytir öllu, já. En það líka með rafmagnsgítarinn. Ég náttúrulega hef hlustað svolítið á norskan Svartmálm. Já, Svartmálm. Þannig að mér finnst sko, það alveg, ég tek alveg tímabil og hlustað alltaf á einmitt norska black metal og það einmitt alltaf, þú veist, rafmagnsgítarinn skiptir náttúrulega miklu máli þar í þessum hljómsveitum eins og Mayhem og Bursum og Dark Throne og hinum og þessum hljómsveitum sem ég stundum í. Það svo gaman með svona metal, skilur við, eða málm, að sko það til svo mikið af alls konar svona subgenre, sko. Já, alveg þvílíkt. Það til svo mikið og bara svona algjör kúltur í gegnum það. Þessi ég hef stundum verið að hlusta á svona bísarst svona metal, sko. Já. Þessi Turisas og svona, það til alveg fullt af þessu, sko. Já. En það líka, hvað rakst ég á daginn maður? Jú, var ekki myndum ekki kalla það bara dvergmálm. Það eitthvað svona dwarf metal. Það þá einmitt, þú veist, það innblásturinn úr öllum þessu fantasíubókmyndum og Dungeons and Dragons og allt þetta, og þá verið að syngja sko einmitt dverga og dverga í hernaði og eitthvað slíkt sko. Og þetta þá alveg bara eigin stefna innan metalsins. Einmitt. Dwarf metal, já, við erum að kalla það dvergmálmur. Einmitt. Og þá náttúrulega þegar maður komið með þessa gítara sko, þá og náttúrulega í málmunum, þá náttúrulega ekki vandamál að það heyrist ekki í manni. Nei. Og svo þetta kannski að sko svona saga gítarsins sko, þú ætlar að persónugera hann í sko lágstéttar fyrirbæri sem heyrist ekkert í, röddin hans heyrist ekki, skilur við. Já. Og það sparkaði hann og þetta er svona fátæki maðurinn á götunni sem situr og kannski bara með einn fót og er að spila gítar. Síðan á seinni hluta 20. aldar eftir 1950 þá fær hann rödd og hann fær alveg brjálaða rödd og hann verður gett vinsæll. Já. Síðan færðu sko þessa tegund af tónlist það sem að þú veist, menningin er sko, eða hvað ég segja, tónlistin snýst að þú veist búið þessi mestan háaða og það þetta séru líka í þessu punki og svona. Það skiptir ekkert máli hvort þú kunnir að spila eða eitthvað, heldur það er alveg bara sko að vera búið til eitt stóran fokkjuputta sko. Nákvæmlega. Með gítarnum. Já. Og búið til eins mikinn háað og hægtir, setja upp í 11 og bara gera eitthvað sko. Nákvæmlega, og þess vegna, við höfum fundist nefnilega sko norsku black metal einmitt er svo áhugavert fyrirbrigði vegna þess að þú veist, Noregur á þessum tíma var ju svo gamaldags að ýmsu leyti og svona íhaldsamt og svolítið svona fronturinn var svolítið svona, þetta var allt voðalega fínt og flott og rólegt og svona, og þá náttúrulega var þetta svo mikil andspyrna gegn öllu þessu sko. Veist, þetta færi sitt fína og mæta í kirkjuna á sunnudegi og svona, því að Noregur er alveg mjög áhugaður hvað Noregur er gamaldags og íhaldsamt að ýmsu leyti og er þar enn þann dag í dag. En það auðvitað við allt öll vestræn ríki náttúrulega að því leyti sko að, þú veist, ef við erum að tala um þessa tónlistar og menningarbyltingu, þú veist, eftir stríð. Algjörlega, en samt snýst svo mikið þetta sko, þú veist að einhvern veginn rísa upp gegn þessu gamla sko. Gerir það algjörlega, en það sem var svona sérstaklega við Noreg er að þú veist, ef þú berð saman til þess bara meðtalinn til þess í Danmörk og Svíþjóð, það var mikið grófar og mikið meira ekstrím í Noregi. Já, ok. Þú veist, það fór menn allar leiði að kveiki í kirkjum og þú veist, og það endaði þannig, þú veist, Mayhem, þú veist, menn
þetta náttúrulega endaði allt í rugli, náttúrulega endaði í sjálfsmorðum og drápum og allan þannig, náttúrulega hryllileg saga. Black metalin einhvern veginn í hinum Norðurlöndunum varð ekki jafn ljótur. Og það var spurning, þú veist náttúrulega af hverju það var, hvort að ungmenni eða þessi menn þá upplifðu kannski Noreg sem svona, ég tæki þrúandi eða hvernig maður vill lýsa því. Þetta er mjög áhugavert að maður hefur tekið eftir þessu og ég var horfað alltaf á heimildamyndum og svona kynna mér aðeins þetta því að þetta er mikilvægt öllum með sluti bara af sögu Noregs á 8. og 9. og 10. áratugnum. Já. Þú veist, þannig það var heilu samfélögin sem mobiliseruðu sig og gengu vaktir kringum kirkjurnar til þess að passa upp á þær því kirkjubrennurnar í Noregi voru svo margar. Stórmerkilegt, sögulegt fyrirbrigði náttúrulega bara líka. Algjörlega. Hvað heiti þessi gaur aftur þarna, þessi frægasti? Varg? Víkernes. Já. Voru þetta ekki nínasistar líka? Ég held að það hafi meira þá bara til þess að augra. Já. Nema hvað, að reyndar vel að merkja, Varg Víkernes, hann er ennþá virkur. Hann hefur verið á YouTube og er ennþá að semja tónlist. Hann er öfga þjóðurinn sinni í dag. Þannig að hann fór alveg þá leið síðan. En megnið af þessum black metal gaurum voru það nú ekki. En það er líka svona tengslum við punkið og, kannski ekki punkið, menn kannski við svona þessi andspyrnumenningur hefur líka verið að augra kannski með einhvern þannig táknum. Einmitt. Veist, það er ekki, sumir út eru nínasistar og allt það er alltaf líka mjög áhugaverð hreyfing, sko, nínasismin eftir seinni heimsstyrjöld og ég alltaf kynnt mér það töluvert en það alltaf hefur líka verið oft notað alltaf bara til þess að augra. Bara til þess að augra, það er ekkert meira sem stendur á bakviða. Nei. En það er allir gangur á því. Algjörlega. Tónlistasaga Íslands líka áhugaverð. Það er mjög áhugaverð þarna, hvað heitir það, tónlistasafnið eða eitthvað. Já. Ótrúlega flott íslenska tónlistasafnið, þetta er ekki ismus.is held ég að tónlistasafn Íslands í Kópavogi. Það er mjög flott, sko. Hann að forstöðumaðurinn, hann að Bjarki Sveinbjörnsson, ég hlustaði á hann einhvern tíma að tala sem var að kynna þetta safn fyrirlestri. Ég held að það hafi verið hann. Ég var algjörlega heillar á þessu safni að þetta var svo cool. Þau voru að safna, náttúrulega bara og ekki bara að safna gripum og svona sem tengjast tónlist og tónlistamenningu skilur heldur líka skjölum og skjalasöfn, voru með skjalasöfn og annað held ég ef maður rétt. Eitt verkefni sem þau voru að vinna með þarna þeirra sem hann var að segja frá þessum fyrirlestir sem ég hlustaði á fyrir mörgum árum síðan. Já. Var sko safna gömlum tónlistarskrám sko. Nei, tónleikaskrám fyrirgjöðum. Þú veist, frá tónleikum skilur á fyrirlut og 20. aldar og þess að þú gæst sko safna þessu í eitthvað svona gagnagrunn skilur og gæstu sé hvaða tónlist menn voru hvað lög menn voru að spila og hvað menn voru að hlusta og hvað menn voru að svo var eitthvað annað verkefni sem voru að ferðast í alla kirkjurnar út á landi og voru að skrásitja orgelin. Já. Og svo held ég að það sé þau sem halda úti þessum frábæra vef sem að heitir ismus.is sem að eða hvort að það sé kannski eitthvað annað. Það er allavega mjög flottur vefur sko. Já. Mikið af svona gömlum upptökum og býtum við hérna ismus gagnagrunnur sem gemur og birtir vefnum gögn er að varða íslenska menningu fyrir nú hljóðreit, þjóðsögur, ljósmyndir, kvikmyndir. Já, ok, það er kannski eins meira. Já, ég kannski að rugla saman hérna einhverju tönnu en allavega tónlistarsaga, tónlistarmenning er náttúrulega algjörlega inngróin hluti af menningu fólks. Algjörlega. Já. En hann ætlar að fara að uppgreita síðan yfir í rammaskítur og fara að spila metal þegar þú ert búin að læra á gítarinn. Hvernig væri það var? Það var nú svolítið reisamaður. Það verður mín svona miðaldra tilvistarkreppa fara í metalinn. Það er spurning hvort að við þegar við erum búin að læra almennilega á gítarinn hvort að við reynum að semja nýtt intro fyrir þáttinn. Já.
Og hvort að hlaðvarpið vindi upp á sig og við verðum svona dúó síðan. Förum í tónlistina. Nei, kannski getur maður að læra að spila introið. Hvernig það? Þetta getur verið áskorun eða einhverjir svona gítarsnillingar út að hlusta svo hvernig getur pikkað upp introið í hlaðvarpinu og senda á okkur og við spilum það í næsta þætti. Svo þurfum við fara að æfa. Það verður nú flott. Herði, við láta þetta vera lokaorinn hér í dag. Já, það komið gott. Það er gott hér í bili á hlaðvarpinu sögurskoðun. Við erum búin að vera að vinna svolítið í vefmálum eins og kom fram hér í síðasta þætti. Nú er búið að skjóta upp á stjörnuhiminin vefsíðinni sögurskoðun.com. Hún hefur reynda verið til alllengi en vefstjóri hlaðvarpsins sem er að vinna mikið og gott sjálfboðastarf fyrir hjálpastarf fyrir þetta litla hlaðvarp er núna búin að koma upp svona á litlu heimili fyrir okkur á netinu sögurskoðun.com sem við munum hérna frá vísa til. Það er hægt að hlusta á alla þætti og allar upplýsingar sem að mögulega skildi vera þörf á. Það er stórsókn hér í hinum ýmsum miðlum. Það er það. Þá er eins og hlustendur heyra þá er líka komið plattform fyrir tónlistin okkar þegar við byrjum að spila, Andri. Ég held að það verði seint. Við getum haldið okkur við að tala Safavíta en þá segjum við þetta gott hér á hlaðvarpinu sögurskoðun í dag. Gott fólk, við snúum hér aftur í næsta þætti og ræðum eitthvað annað og öðruvísi. Þangað til, verið sæl.